Hæ og góða kvöldið. Gleðilegt nýtt tungl. Ég ætla að kveikja hérna á öllu í símanum hjá mér svo ég geti fylgst með kommentum og svona. Svona, þá er allt eins og á að vera sýnist mér. Hafa hérna, já, nýtt tungl, svona. Mjög skemmtilegt nýtt tungl og svona áhrifamikið tilfinningaríkt tungl sem fylgir þessum fiskum. Fiskarnir eru þekktir svolítið fyrir að vera rosalega tilfinningalegir, tilfinningalega næmir á umhverfi sitt og annað fólk og jafnvel dýr. Ásamt því að vera svona með sterkt innsæi, mjög ríkt innsæi og því getur oft fylgt svona ákveðni erfiðleika við að halda jafnvægi, þegar maður er kannski rosa næmur á alla í kringu sig að eiga þá erfitt með að greina sundur hvað og ég og hvað ekki, hvað tilheyrir næsta manni. Þetta eru einstaklingar sem eru oft mjög næmir fyrir bara ýmsu og miklu, oft svona hypersensitive og eiga kannski oft erfitt með að vera kannski í fjölmenni eða fara í búð og vera í kringum mikið af fólki. Það er svolítið svona hluti af fiskatilverunni, en við erum náttúrulega með þetta allt meira, flest með eitthvað smá í okkur öllum af öllum merkjunum og allri orkunni, sama hver hún er. En eins og ég segi, það er nýtt tungl í fiskum, mjög spennandi orka og mjög svona má segja hálfgerð angurværi yfir henni, hjartnæmni, spenna og getur jafnvel verið pínu drama fyrir suma, en það er líka bara allt í lagi. Hvað væri lífið án þess? Að venju þá er ég með 3 stokka og það er hérna Spirit of the Wheel og að sjálfsögðu Moonology og svo er ég með Angel Tarot og svo er ég hérna með Astral Bromine bara til að aðeins að taka saman með það þegar mér finnst þau krúttileg og skemmtileg. En ég ætla að lækka skjáinn og sýna ykkur spilin og segja ykkur síðan kannski aðeins meira frá þessu tungli. Þannig að hérna komið spilin og hér erum við með Spirit of the Wheel, svo er hérna Moonology og hér Angel Tarot. Nú, þessi orka sem er í þessu tungli núna, þetta nýja tungl, við skulum hafa í huga að á nýju tungli þá er ofta eitthvað að vaxa, eitthvað í vexti innra með okkur, eitthvað sem kallar til okkar, kallar á athyglin okkar, vill láta í sér heyra og það kemur svolítið sterkt í þessu tungli núna af því að fiskurinn verandi svona tilfinninganæmur, ástríðufullur, dreyminn, með kannski svolítið háfleyga drauma og markmið og stórar hugmyndir, að þá kemur mjög sterkt saman þetta fiskurinn, nýja tunglið, köllun á að gera eitthvað, verða eitthvað, vilja eitthvað. Þannig að orkan sem hefur kannski verið að fylgja þessu tungli núna og er ríkjandi núna í nokkra daga, er svolítið lituð af því að löngun er svolítið sterkari. Löngun í hvað nærir mann, hvað mannum finnst gaman, hvað nærir sálina manns, einhver áhugamál eða ástríðuverkefni eða jafnvel bara ástríður, tilfinningar, sambönd, kynlíf. Það er svona alls konar sem getur magnast, bara hvað finnst okkur gott, hvað gefur okkur vellíðan, hvað nærir okkur, hvað langar okkur.
og það getur verið hvað sem allt frá því að vera einhver markmið varðandi áhugamál, vinnu, heilsu, hvað nú, eða bara okkur langar til þess að gera vel við okkur og kaupa okkur eitthvað fallegt eða gera vel við okkur í mat sem maður á svo vel við. Það við bolludagurinn í dag og sprengidagurinn á morgun og svo kemur öskudagurinn, þannig að það er kannski ágætt að þetta lendir svona saman að þegar við erum hvort sem í þessari vertíð Íslandinga þar sem við erum mikið að njóta hvort sem en það er eins og ég segi ríkjandi svolítið í þessar orku núna að langanir okkar eru mjög sterkar og viljan til að framkvæma eftir þessum löngunum mjög sterkar og það er bara gott, þú veist, að finna mig langar, ég vil, og gott að finna viljan til að gera eitthvað sem nærir mann. Þannig að ég segi að það er nú bara að finna góða, en að vissu leyti þá þurfum við að sjálfsögðu að passa okkur aðeins líka, því að með löngun þá getur oft komið freisting. Það er að segja freisting sem að leiður okkur kannski út í eitthvað sem að gerur okkur ekki gott, ekki svona í grunninn, þá við fáum kannski vellíðun á tilfinninguna í smá stund meðan við gerum, en til lengri tíma lítið þá er þetta kannski eitthvað sem er óheilbrigt fyrir okkur, slæmur ávani, óheilbrigt munstur. Þannig að maður þarf svolítið að gera greinarmun á milli hvað er ég að gera fyrir mig og hvað er flóttahegðun til dæmis. Veist að maður þarf að átta sig á því hvernig læt ég eftir löngunum mínum og hvernig raungeri ég langana mínar án þess að ganga á heilsuna mína eða velferð mína. Hvort sem maður sé í skammtíma eða langtíma litið. Þetta er svolítið svona maður þarf að huga því að eyða ekki efni fram sko. Þó það sé freistandi stundum. Þannig að þetta er ákveðin jafnvægisbarátta og það fylgir alltaf fiskunum svolítið líka að þeir eru tveir fiskarnir og hafa sína tákmynd svolítið eins og yin og yang, það góða í hinnu myrka og eða það ljósa í hinnu myrkra og hið myrka í hinnu ljósa. Þetta þarf að haldast í hendur, þetta þarf að vera jafnvægi, það má ekki vera of mikið að öðru, annars verður hitt á kaf. Og það sama gildir sko þessa löngun til þess að vera bara algjörlega í flæðinu og fylgja eftir tilfinningunum sínum og innsæðinu. Og svo mótvæðið sem er jarðtengingin okkar og rökhugsunin og hagkvæmnin. Maður þarf alveg að hafa bæði með sér. Eins og maður myndi oft gjarnan vilja bara halda í annað og fylgja því sko. En þá skulum við venda okkur í spilin. Við byrjum á Spirit of the Wheel. Þá byrjum við á að athuga hvað er að rísa, hvað er að magnast upp í mér, hvað er að vakna innra með mér. Kemur hér Ducks Fly Moon sem að fjallar allt vígi, jafnvægi og vissu. Þannig að hér er mikilvægt að svolítið að treysta vissunni sem er innra með okkur, treysta innsæðin okkar, vera að vekja athygli á að vissulega halda jafnvægi, en við þurfum líka að treysta jafnvægin okkar. Við þurfum að treysta því að við séum nógu stöðug til þess að fara í flæði og geta þá stíga aftur í jafnvægi, að geta farið í sterkari jarðtengingu og stíga tilbaka aftur í jafnvægi. Við þurfum að treysta okkur sjálfum til þess að vera í nógu góðu jafnvægi, til þess að geta svolítið dansað á, til þess að geta leikið okkur svolítið með vegasaltið má segja. Þannig að því að
Markmiðið er ekki að vera alltaf í fullkomnu jafnvægi. Markmiðið er að geta farið dansa á línunni án þess að það hafi varanleg skaðleg áhrif á okkur eða okkar velferð. Við þurfum að geta farið fram og tilbaka, stigið í og úr. Þetta er svona pínu eins og að vega salt og til þess að leikurinn gerður. Við erum að vega salt. Markmiðið er að fara upp og niður en að vera alltaf í jafnvæginu. Þannig að þá þarf ofta að treysta því að við séum með nógu gott jafnvægi til þess að geta leikja okkur með það. Nú, ef við fáum á næst svona hver megin skilaboðin eru, kemur hér Turtle Clan, jarðtenging, stöðug þróun og samstaða. Þannig að hér finnst mér verið að benda á að jarðtengingin er sterk og þú eða þið sem einstaklingar hafi verið í stöðugri þróun, stöðugri framþróun og þroska, jafnvel í bara hænuskrefum og kannski ekki mjög áberandi, en mögulega ef þú lítur tilbaka þá áttir þig á því að þú er komið tölvöld lengra en þú taldir þig vera. En hér finnst mér vera að benda á það að því að við erum svo mörg sem erum, þegar við erum að vinna svona mikið sjálf okkur, þá erum við oft mikið að vinna með jarðtengingun okkar, að halda okkur niður í jörðinu, að vera standa í okkur sjálfum, vera í samstöðu með líkama, huga og sál. Að þetta sé allt í jafnvægi og í samstöðu hvort með öðru. Að þegar við erum búin að vinna með það, þá getur oft verið svo litið ógnvænlegt að ætla að fara svo að róta í jafnvæginu, að leyfa sér að tengja meira í hina áttina en aðra. Og maður verður oft kannski svolítið hræddur við að geta ekki fara aftur í þessa miðju sem maður er búin að vera að vinna sig í. Það sem að mér finnst vera að segja hér er að þú ert búið að vinna þig inn í þessa miðju sem þú ert að sækjast eftir, en núna er komið að því að þú verður að fara að treysta sjálfu þér nógu vel til að geta farið að vega salt án þess að þið stafi ykkur ógn af því. Að prófa þig áfram í að setja meiri vog öðru megin og treysta því að þú getur alltaf stigið tilbaka í miðjuna. Þannig að það er svolítið spurningum að stækka þægindaramman hér, prófa sig áfram og treysta því að maður geti alltaf komið heim í miðjuna aftur. Ef við sjáum síðan útkomna því hvað gerist ef að þú eða þið farið að treysta miðjun ykkar og treysta sjálfu ykkar til þess að vega pínu salt og prófa ykkur áfram. Sjáum hver möguleg útkoma af því er. Það kemur hérna suðrið. Það eru lexíur, vöxtur og traust. Þannig að hér getur verið dýrmæt lexía fyrir þig að læra eitthvað sem mun þroska þig til muna og auka þitt eigið sjálfstraust, traustið sem þú berð til sjálfs þín, traustið sem þú berð til þín að vera, gera, framkvæma, stíga út fyrir þægindarammann. Og það er svo dýrmæt lexía til að læra. Að finna að ég get treyst mér til þess að fara út af miðjunni, að ég veit ég rata alltaf heim, að ég get treyst mér til þess að leika mér aðeins með mína eigin orku,
leika mér aðeins með mínar eigin tengingar, hvort sem það er jarðtengingin eða himnatengingin eða hvað sem við viljum kalla þetta. Treysta því að þó að ég leiki með pínu að þá er ég ekki í hættu og ég rata alltaf heim í miðjuna. Og þetta getur vissulega, eins og ég segi, þetta getur vissulega verið ógnvænlegt, sérstaklega þegar maður er búin að vinna duglega að því að koma sér í þessu miðju, þá er mjög ógnvænlegt að stíga út fyrir það aftur. Þannig að þetta getur vel reynt á. En við erum hérna til þess að ögra okkur sjálfum, við erum hérna til þess að stækka þægindaramman okkar og við erum hérna líka til þess að læra og leika okkur og njóta þess. Og vel þurfum við ekki alltaf að vera svona ströng við okkur sjálf að alltaf að halda okkur í algjöru miðju. Heldur að treysta því að þegar að við sem einstaklingar getum stjórnað hvernig við flæðum fram og tilbaka. Að því við treystum því alltaf að þegar við ætlum okkur heim í miðjuna að við gerum það bara. Ég ætla að taka hérna eitt blóm, til þess að taka heim og saman. Og það kemur hérna tjáning og hér finnst mér koma svolítið inn að við þurfum líka að treysta okkur sjálfum til þess að tjá okkur heiðarlega, tjá okkar sannleik, að vera sönn í tjáningu og koma heiðarlega fram í tjáningu og hreinlega bara hreinskilið líka, að leyfa okkur að vera sýnileg, leyfa okkur að tala upphátt, okkur hættir reglulega til að því við viljum alltaf vera svo dipló, viljum alltaf halda alveg góðum, viljum aldrei mögulega stofna til erfiðra samræðina eða erfiðra rökræðina eða eitthvað svoleiðis, þannig að við oft bara þegjum eða jángum þó við séum ekki sammála. Og hér verðum við líka að treysta því að þó að við segjum okkar skoðun sem stanga kannski á við annara, að við höldum samt jafnvægi, að við getum staðið með okkur sjálfum þó við mætum einhvern sem er ósammála okkur, eða þó við getum treyst okkur sjálfum til þess að segja hreint út ef við erum ósammála einhverjum eða viljum ekki eitthvað. Það getur verið mjög flókið að ætla að venja sig á það að tjá sig opið og heiðarlega þegar maður er ekki sammála öðrum, af því að okkur er oft kennt að bara fylgja með. Þannig að hérna er svolítið verið að benda á núna komið með þér að treysta sjálfu þér til að taka skrefin og vera, og standa með þér og þínu og sýna vöxtinn þinn í verki með því að koma fram sem einstaklingur með sterkt sjálf, líka í tjáningu. Þá skulum við fara í næsta stokk og það er monologi. Byrjum við að kanna hvað hefur verið að vakna innan með okkur. Það komið 2 spil. Fyrst hér að erfið hringrás er að taka enda og settu ást inn í myndina eða elsku inn í aðstæðunar. Og minnst að segja sig svolítið skýrt hér að það hefur verið að vekja athygli á að einhverju erfiðleikar, eitthvað erfitt tímabil fer að enda, það sér fyrir endan á því, og þá er svo mikilvægt að í rauninni setja ákveðna elsku og þakklæti í það, þó að þetta sé búið að vera erfitt, að vera þakklátt fyrir lærdóminn og leksjurnar sem það hefur gefið okkur, líka bara þakka fyrir að þessum erfiðleikum sé að enda, vera þakklátt fyrir að það séu léttari tímar framundan, að það sé bjart framundan.
og veita því virkilega athygli og virkilega elsku að það skuli vera að þessir erfiðu tímar skuli verða búnir, og leyfðu þér að elska sérstaklega sjálft þig fyrir það að hafa farið í gegnum erfiðleika, fyrir það hvernig þú hefur tekist á við erfiðleikana og lært af þeim. Sýndu sjálfu þér elsku í gegnum erfiðleikana og ekki rífa þig niður fyrir að finnast eitthvað erfitt. Við förum öll í gegnum ákveðna erfiðleika í lífinu og vissulega stundum eitthvað sem að getur brotið okkur niður, en það er líka svo mikilvægt fyrir okkur að elska okkur sjálf þrátt fyrir erfiðleikana og þrátt fyrir hvaða áhrif það hefur haft á okkur, og sérstaklega elska okkur fyrir að hafa komist í gegnum það. Að því að burt sé frá því hvernig erfiðleika þetta eru, og það erfiðleikar eru bara persónubundnir, það er ekkert, það er bara, við erum alltaf með misjafnan mælikvarða, en það að hafa komist í gegnum erfiðleika og tekist á við þá, því ber alltaf að fagna, og við skulum alltaf þakka okkur sjálfum fyrir að hafa komist bara í gegnum erfiða tíma og að við höfum lært að þeim og við höfum tekið eitthvað leksíu með okkur. En þá skulum við fá megin skilaboðin. Það kemur hérna: stígðu út fyrir þægindarammaðinn, og það er bara, já, nákvæmlega það. Gefðu sjálfu þér færi á að stíga út fyrir þægindarammaðinn, og sérstaklega, ég meina vissulega þá þegar einhverju erfiðleikar er að enda, þá viljum við auðvitað fara í hvíld, en fyrir sum okkar þá er sjálfsmildin, hvíldin, allt sem við gerum fyrir þau, svona allt sem við upplifum eins og við sem að bæta við einhvers konar dekur hjá okkur sjálfum, oft er það bara erfitt, oft er það út fyrir þægindarammann, sérstaklega þegar maður er kannski búin að vera að halda að sér höndum lengi, búin að herða sultarólina í langan tíma, þá getur verið erfitt að ætla að leyfa sér eitthvað. Og sérstaklega núna þegar að með þetta nýja tungl í fiskum, þau kallar svo mikið í langanir okkar, að það getur alveg reynst erfitt að ætla að leyfa sér. Þegar maður er kannski búin að fara í gegnum eitthvað tímabil þar sem maður hefur kannski ekki mátt leyfa sér neitt, búið að vera að, eins og ég sagði, herða sultarólina, halda þessu höndum, og þá er rosalega erfitt að ætla að leyfa sér að gera vel við sig. En þetta snýst fyrst og fremst að elska sjálf sitt, vera gott við sjálfan sig, sýna sjálfu sig mildi og sjálfsást og sjálfselsku og leyfa sér að vera góður við sjálfan sig. Innan vissulega skynsamlegra marka, en hins vegar þá er verið að benda hér á, þú mátt alveg gefa sjálfu þér eitthvað, þú mátt alveg gefa þér svolítið aukna auðmýkt, þú mátt alveg leyfa þér eitthvað pínu fyrir þig. Þarft ekki að réttlæta það á einn hátt eða annan. Og sérstaklega eftir þessa erfiðleika þá kannski áttu bara smá auka inni hjá sjálfu þér. Þannig að leyfðu þér að stíga aðeins hérna út fyrir þægindarammaðinn og vertu svolítið gott úr sjálf þig. Og ef við könnum þá hér aðeins hvað er framundan, ef þú tekur hænuskref út fyrir þægindarammann, ef þú leyfur þér eitthvað bara fyrir þig, bara þegar þig langar, bara þegar þú vilt það. Kemur hér. Skuldbindingar þínar, það er verið að reyna á skuldbindingar þínar, og hérna finnst mér að vera svona pínu farið sitt hvora áttina. Það er verið
aðeins að testa þig vanandi að þú sért fært að leyfa þér smá án þess að missa tökin á því og fara út í ykkur öfga, þú veist, og eitthvað svona algjört spreð. Þú veist að það er verið að testa þig í að, eins og þú getur, þú hafir jafnvægi á hlutunum, að þú getur leyft smá án þess að fara alla leið út í ykkur vitleysu, án þess að leyfir löngunum þínum að fara með því út í freistingar og æði með því út í gönur. En á sama tíma þá verið að testa að þú standir við loforð sem þú gefur sjálfu þér að elska sjálft þig, að vera gott við sjálft þig, að leyfa sjálfu þér ákveðna sjálfsmildi, leyfa þér alúð gagnvart sjálfu þér, af því að hversu oft höfum við sagst ætla að gera eitthvað fyrir okkur sjálfa, ætla að setja hérna til hliðar kannski smá peninga því að eftir ákveðin tíma, eftir ákveðina erfiðleika þá ætla ég að gera vel við mig og fara í smá dekur. En svo gerum við það ekki, að við setjum alltaf okkur sjálf aftast í forgangsröðina. Þannig að það er aðeins verið að testa það líka. Ætlarðu að standa við það að setja sjálf þig í fyrsta sæti þó það sé bara í eitt skipti. Þú getur í dag gefið þér loforð já, ég ætla að gera vel við mig næstu mánaðamót eða hvað nú, eða eftir helgi eða eitthvað, en svo bara gleymum við því. Svo bara hættum við að þetta er eitthvað annað sem að krefst forgangs. Þannig að það er verið að reyna svolítið á, bæði að þú standir við sjálfselskuna, þú veist að þú standir við alúðina sem þú veitir sjálfur þér, sem þú þarft að gefa sjálfur þér, sem er verið að biðja þig að gefa sjálfur þér, en á sama tíma að þú missir ekki algjörlega inn í eitthvað vitleysu og leyfir löngunum þínum að verða að freistingum sem að hlaupa með þig gönur. Nú ég ætla að taka hérna eitt blóm líka. Og það kemur hér blómið rækta. Og hér er fyrst og fremst verið að benda á að þú ert í þessu öllu saman fyrst og fremst að rækta sjálft þig. Þú ert að gera þetta fyrir þig, númer 1, 2 og 3. Að þú ert að láta reyna á þessa hluta í þínu lífi til þess að efla og styrkja þig fyrst og fremst. Þetta er ekki fyrir aðra gert. Þetta gerur fyrir þig. Hvort sem það er að klára ákveðna erfiðleika, þú veist þar sem þú hefur þurft að halda þér höndum eða vera innan þröngs ramma, en það að stíga út fyrir þægindi ramma sem þó það sé erfitt, þá gerum við það fyrir okkur sjálf, þú gerir það fyrir þig. Það að þú reynir á skuldbindingar þínar gagnvart sjálfu þér, þú gerir það fyrir þig, af því að þetta er spurningum að styrkja og rækta sig sjálft. Það er meginatriðið í öllu sem við gerum. Við erum að gera hlutina fyrir okkur sjálf. En þá skulum við færa okkur yfir í englatarotspilin. Og þá byrjum við á því aðtöða. Það er að vaxa. Hvað er að stækka innra með okkur? Sjá. Það komu hérna einbúinn, eða allir heldur engillinn Ibamia, sem stendur fyrir sköpun, náttúrulögmál og andlegan vöxt, sem á heima með einbúanum líka í því að við leitum inn á við til þess að finna innra með okkur hvað stækkar og eflir okkar andlega sjálf. Og svo kom hérna líka konungur í bikurum, Rochel,
hann finnur það sem er týnt, finnur orsakannir á bakvið það sem er týnt og hann er sameiningarþáttur, setur saman það sem hefur verið klofið í rauninni. Og kongur í bikurum, það eru auki verandi konungur tilfinninga. Þá er hér verið að vekja athygli á að það er annarkvort að þá sé tímabært fyrir þig eða hvort þú hafi verið að fara í gegnum þannig tímabil að leita svolítið inn á við, inn í sjálfið þitt, inn í einvörðuna þína til þess að aðeins að púsla saman þínu sjálfi. Hér er þörf og verið að vekja athygli á ákveðnu miðjun. Það er að segja sameininguna á milli líkama, huga og sálar eða anda, hvernig sem þú vilt orða að þetta sé allt í sameiningu. Það er rosalega auðvelt, sérstaklega í svona nútíma heiminum með athyglina á svo mörgum stöðum, það er rosalega auðvelt fyrir þessi 3 elementi í okkur að tvístrast, að líkaminn sé einhvers staðar í allt öðru batteríu heldur en hugurinn og svo er andinn bara einhvers staðar allt annars staðar, að þetta sé bara einhvern veginn út allt og við tvíströmmst svolítið. Og það er bara því miður svolítið hvernig nútíma samfélagið er drifið, þú veist, krefst þess að við séum út allt, við séum tvístruð og það er svona svo mikilvægt að við finnum okkar leiðir til að setja okkur saman aftur, púslum okkur saman aftur í sameiningu og áttum okkur á því hvenær þetta gerist, hvernig og af hverju. Hvað er forsendan fyrir því að við döttum svona í sundur og hvernig finnum við leiðina til að setja okkur saman aftur. Þannig að hér er verið að kalla á og vekja athygli á þessari endurspeglun, þessari hugleiðslu fyrir okkur sjálf, að finna út af hverju tvístrast ég svona oft í sundur eða þú veist, hver er ástæðan fyrir því og hvernig ég snýði við, hvernig finn ég mína leið til þess að fungera í þessu samfélagi en næ samt að miðja mig. Þetta er ef til vill vangaveltur sem að þú eða þið eru búin að vera í núna í einhvern tíma og vera að vekja athygli á að hvað ertu búin að læra af því, hvað ertu búin að fatta og uppgöta í því að vera að kanna þetta hjá þér. En þetta er líka köllun á að þú kannir þetta, að þú leitir svara, finnir þetta út fyrir þig. Og þá skulum við fara í meginskilaboðin. Þetta var nú full mikið. Þannig að koma. Meginskilaboðin hér eru Karlsvagnin, Mikael, erkiengill Mikael, sem að stendur fyrir segluna okkar, sigur í erfiðleikum og að komast yfir erfiðleika. Þannig að hér er verið að benda á, finnst mér, fyrir að minna þig á að þú getur þetta. Þú kemst í gegnum þetta, þú getur alltaf komist í gegnum erfiðleikana. Það er verið að biðja að gefast ekki upp, að halda í drifið, halda í segluna, halda ótrautt áfram, verið að minna þig á hvaða verkfæri hefurðu, hvernig finnur leið inn í miðjuna þína aftur, hvernig finnur styrkið henn aftur. Af hverju ertu á þessum stað sem þú ert núna, finndu hvað hefur valdið því, hvernig þú finnur í miðjuna þína og haltu áfram. Það eru einhverju erfiðleikar hér í gangi, hjá sumum bara mjög þungir erfiðleikar, en það er verið að reyna að koma því á framfæri að
að erkiengill Mikael stendur með þér og berst með þér. Erkiengill Mikael var, eða erkienglarnir almennt, voru með að segja hermenn Guðs og þeir börðust. Þetta voru hermenn, þetta voru bardagakappar í líkneski engla og þeir gáfust ekki upp, gáfust aldrei upp. Þannig að þú ert hér með mikinn stuðning með þér og það er verið að biðla til þín: haltu áfram, ekki gefast upp. Mundu hver þú ert og hvaðan þú kemur og haltu áfram. Já, það kemur bara aftur, haltu áfram. Mundu hver þú ert, hvaðan þú kemur, haltu áfram, ekki gefast upp. Og við skulum fá hérna útkomu fyrir það hvað er framundan ef þú heldur áfram. Æjal 8 í bikurum sem stendur fyrir umbreytingu og veitir huggun í erfiðleikum. Þannig að hér er verið að benda þér á að þetta verður ekki alltaf svona erfitt. Þetta er áminning að þú þarft ekki alltaf að vera í þessum ham. Þú munt ekki alltaf þurfa að vera að þrauka, að vera að berjast. Það kemur að því að bardaganum sé lokið og þú færð hvíld. Bara ekki gefast upp núna, annars lengist bara tíminn sem þú þarft að vera í þessum erfiðleikum. Núna er svolítið bara dugað að drepast og halda áfram. Af því að umbreytingin er framundan. Þó þú sjáir það ekki núna, þó þú finnir ekki fyrir því strax, þetta er framundan. Og það er svo mikilvægt að halda áfram og bara halda áfram að hugsa markmiðið, hugsa einblína á hvað er framundan þegar þessum erfiða tíma er lokið, til hvers ertu að þessu, leyfa þér að dreyma og halda áfram. Af því að þetta mun líða hjá, en það byggir svolítið mikið á því hvað þú gerir, hver seglan þín er, hvernig drifið þetta er. Þetta byggir svolítið mikið á því að þú haldir áfram því sem þú ert að gera og haldir áfram í seglunniðinni. Hvernig sem þú gerir það á þinn hátt. Og þetta er hluti af stórri umbreytingu hjá þér. Þegar þú ert komið í gegnum þessa erfiðleika, gegnum þessar áskoranir, þá þú munt ekki koma eins út úr því. Þú munt hafa breyst. Þú ert að fara í gegnum umbreytingu. Og umbreyting, endurfæðing, hún er erfið. Það að skilja við eitthvað gamalt og að stíga inn í nýjan kafla, nýtt líf, þetta er erfitt. Þannig að ekki örvænta, þetta mun lagast, þetta mun breytast, þú getur huggaði við það er bjartara framundan þó að þú sjáir það ekki strax. Hugsaði bara, leyfðu þér að dreyma og hugsa hvað það verður gott þegar þetta er búið. Notaði hverja einustu guðrót sem þú mögulega finnur, en haltu áfram. Og ég ætla að fá hérna eitt blóm. Og það kemur blómið hugrekki sem á mjög vel við hér það sem ég er búin að vera að segja og held að það útskýrir sig sjálft. Við þurfum hugrekki til þess að komast í gegnum erfiðleikana og áskoranir okkar. Við þurfum hugrekki til að halda áfram í drifi og seglu eins og
þarf hér. Við þurfum hugrekki til þess að leyfa okkur að umbreytast. Þannig að haltu áfram. Ég veit þetta er erfitt, en þetta er svona, já, íslensk þrjóska og þrautsegja. Að hafa það með sér för og dassa hugrekki. Leyfa sér að fara gegnum umbreytinguna og endurfæðinguna og hlakka til hversu gott það er þegar það er búið. Ok. Þá er þessu lokið. Þá er ég búin að fara gegnum alla stokkana. 3 áhugaverðar mismunandi lagnir. Alltaf gaman að sjá hvernig það koma mismunandi skilaboð samt einhvern veginn alltaf í tengslu við þar sem maður búinn að skoða og kanna í kringum þetta tungl, sko. Tunglið er nú svo heldur betur magnað afl í okkar heimi, finnst mér. Og þó þetta sé, eins og ef þið sem eru að fylgjast með, þó það sé eingöngu til gamans gert, endilega haldið þið áfram. Allt sem við gerum fyrir okkur sjálf, litlu nautninnar, njótum þess, við höfum gaman að því. Þurfum ekki að taka okkur sjálfum eða því sem við gerum mjög of hátíðlega, þannig að ef maður nýtur eitthvað svo hefur gaman af hverju ekki að gera svo lengi sem manni verði ekki meint að því. En ég segi það bara ástarþakkir fyrir mig og bara takk fyrir dásamlega stund. Ég vona að skilaboðin rati sönn og rétt til þeirra sem þurfa á þeim að halda og komi til með að hjálpa. Og ég þakka bara kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina. Bless, bless.